Vel gert, Smári. Velkomin baksviðs. Í þætti kvöldsins ætlum við að trommunördast svolítið. Við ætlum að heimsækja Sinfóníuhljómsveit Íslands og heyra í Friðriki Ómari og láta hann segja okkur frá... Smári. Og láta hann segja okkur frá því sem riggviðburðir hafa verið að gera. Við ætlum að hitta hljómsveit sem heitir Picture This. Smári, ég er að reyna að tala hérna. Leyfðu mér að klára. Picture This, en fyrst hittum við Benna Brynleifs. Ég byrjaði að spila að læra þegar ég var svona 13. En ég er náttúrulega svo sem, má segja sér svona alinn upp á hljómsveitarpalli. Okay. Þannig séð, pabbi var í hljómsveit Inga með Seydal og ég man þegar þeir voru til dæmis að æfðu alltaf nokkra dagi í viku og spiluðu svo hinn kvöldin, eða öll kvöldin liggur við sko. Og þá var eftir Sjallanum á Akureyri. Og þá var ég út í sal að horfa og fylgjast með. Já. Og var svona þetta síast inn, en ég fór ekki að læra sko í skóla fyrir en 13. Og hvað er það sem að trommuleikari þarf að byrja á að hugsa þegar hann sest í trommusett? Sko það er inni tvenns konar. Það er kannski aðalega náttúrulega bara að byrja að hlusta á alls konar músík. Og eins og ég gerði, ég hlustaði á alls konar músík og var með headphone niður í kellara að spila með alls konar lög með bæði, þú veist, einhverjum teknum trommvörum og svo bara einhverju lög sem ég finnst skemmtileg. Og svo er náttúrulega hinn póllinn að fara í nám, sko. Það er náttúrulega, hvoru tveggja er náttúrulega mjög mikilvægt, finnst mér. Og þá lærirðu náttúrulega í náminu, lærirðu náttúrulega alls konar æfingar, grunnæfingar og alls konar þeóri í kringum hljóðfærið. En svo náttúrulega finnst mér líka skipta máli bara að hlusta og æfa sig heima og í kellara. Og hvert er hlutverk trommans í svona hefðbundinni hljómsveit? Það er góð spurning. Það er nú aðalega bara að styðja við lagið, sko, fyrir að fyrsta. En svo náttúrulega verður maður að kunna að hlusta á aðra í kringu sig og spila með þeim. Og ég held að hlutverki séu kannski svipuð meðal hljóðfæraleikara innan, en er náttúrulega alltaf bara verða þær með sitt á hreinu og líka að hlusta á aðra til að koma út einhver svona almennileg músík. Og hvað hefur verið að brasa núna undanfarið? Hvað ertu að spila? Heyrðu, undanfarið, bara akkurat núna hef ég búinn að vera með hljómsveitinni minni, 200.000 naglbítum, að taka upp nýja plötu. Og við erum að gáum út eitt lag í sumar og erum að gefa út annað lag núna þessar mundir. Og svo erum við að spila á Airwaves núna bæði á Akureyri og hérna í Reykjavík. Svo eru útgáfutónleikar hjá okkur í lok nóvember. Og svo er ég í Þjóðleikhúsinu líka, er þar í barnaleikrit sem heitir Fjarskalan og er þar bara að spila og leik hest. Já. Skemmtilegt. Segðu okkur aðeins frá settinu sem þú ert að spila á. Já, þetta er sett sem ég er bara nýlega búinn að fá og þetta er Yamaha sett. Þetta er svona nýjasta útspili hjá Yamaha. Þetta er sem sagt, heitir Maple Hybrid og Hybrid þýðir það er sem sagt tvö lög af viði í trommunum. Já. Og þetta er sem sagt, það er Maple
Mér minnir að, það eitt lag af við sem heitir Vengi, minnir hann heiti það. Og þeir eru búin að finna út því að það eigi að vera svona bæta soundið og maður finnur það sem sagt frá gömlum maple settum yfir í þetta að það er aðeins meira kjöt á beinunum, það er meiri resonans í trommunum og það er meira svona bit í soundinu, að kötta betur í gegnum og overall bara betra fíl og svona. Og þú ert að spila alls konar stíla. Já, það einhvern veginn loðir við mann þegar maður sko er svona session-músikant eins og ég, fenginn í alls konar verkefni, þá er eiginlega nauðsynlegt að kunna skila á sem flestum stílum. Ég er ekki að segja að maður þurfi að kunna kannski 100% en ansi vel sko. Og verkefni sem ég hef fengið eru náttúrulega allskyns, allt frá að spila undir hjá kór og bara upp í risatónleika sko með pophljómsveit eða rockhljómsveit. Frábær trommari hann Benni. Þeir eru ágætir þessi trommuleikarar. Næst ætlum við að kíkja niður í Hörpu, þar sem að Sinfóníuhljómsveit Íslands... Mári! Ég myndi segja að típiskur dagur er svona, ég mæti hérna svona
50 mínútur fyrir æfingu til að byrja að hita mig upp. Upphitunin svona rosalega mikilvæg, sérstaklega fyrir málmblásturshljóðfærin, þannig að við erum oft nokkrir málmblásarar mættir svolítið vel snemma að gera rosalega spennandi og skemmtilegar upphitunaræfingar. Já, það er alltaf gott að vera mættur snemma, hita sig upp og fara yfir erfiðu staðina. Svo fimmtudagurinn alltaf svolítið spenningur í okkur á fimmtudagum á tónleikadegi. Tónleikadagurinn, já. Og þá alveg unnið mjög intensíft í, til dæmis núna, við vorum að spila Tchaikovsky með sólistanum og Já, má segja að afslappara eins á mánudagum þriðjudagum, þá er fólk setja sig inn í verkefni vikunar og spila sér saman. En svo þegar að nær performance tónleikum, þá aðeins meiri spenni í loftinu og núna fimmtudagsmorgun og þá allir að hugsa tónleikana sem verða í kvöld. Já, það voru loka ákvarðanir, tekna ef einhverjar standa út af þá þarf að negla þær á generalpröfunu sem fimmtudagsmorgun æfingin okkar til þess að allt sé tilbúið fyrir kvöldið. Og öll æfing vikunum náttúrulega snýst þetta moment, tónleika moment. Og þið æfið alla virka daga? Já. Og svo æfum við helgar líka partan okkar fyrir næstu viku. Já. Þannig að þetta alveg, já. Já, má eiginlega segja að vinnutíman okkar sé skipt á milli samæfingarna sem hérna í Eldborg og síðan heimavinnan sem alveg frekar mikil. Þannig að maður æfir sig, á kvöldin og svo helgar það eiginlega, maður getur eiginlega ekki tekið sér frídaga þannig vegna þess að þetta svolítið eins og að vera íþróttamaður því leytinu til. Að ef maður ekki í leikformi að þá gengur ekkert upp. Þannig að maður þarf að halda sér í formi. Þetta þannig að mér finnst svolítið þegar ég er aðeins á sunnudögum og þá þetta svona hlaupabrettið. Það verður bara að halda öllum þessum litlu vöðum við. Já, einmitt. Og fyrir strengjaleikarana oft margar nótur að æfa fyrir mánudag. Við erum alltaf bara með í næstu viku erum við með svona doðrænt. Við erum að fara að spila Þyrnirós með ballettinum. Já, 200 blaðsíður. Eitthvað svoleiðis. Þannig að það þarf maður að vera mjög svona, maður þarf að skipuleggja sig vel til að geta átt smá helgi með fjölskyldunni. Já, nú til dæmis í þessari viku stór hljómsveit og þá erum við 80 eitthvað. Já, eitthvað svoleiðis. Ég held að við séum 80 eitthvað hljóðfæraleikarar, fastráðnir við hljómsveitina og já, í þessari viku til dæmis eru bara næstu því allir. Stundum þarf aðeins minni hljómsveit og stundum þarf aðeins stærri hljómsveit og þá eru ránir inn einhverjir aukamenn fyrir verkefni sem þarf. Það náttúrulega fjölmennustu seksjónar eru strengja hljóðfæri. Ég er í fjölmennustu seksjóninni, það er fyrsta fiðlan, þar eru flestir og næst flestir í annarri fiðlu og svo víóla og selló, kontrabassar. Svo minni deild horn, þar við erum 5 hornleikarar og svo endar það svona einn túbuleikari og svona einn hörpuleikari. Þannig að það er svona þessi sértæku hljóðfæri, það eru fáir þar. Og svo eru náttúrulega nokkrir sem vinna síðan á skrifstofunni og þannig að við erum svona 100 manna vinnustaðar allt í allt. Já, og til dæmis núna eru 2 hörpur þið sjáu hérna á sviðinu og þannig að það er alveg, þetta verður frábært kvöld, við hlökkum mikið til. Þetta hófst 2013 og 30 ára afmæli Samherja, það var ákveðið að slá til einhvers konar veislu og þá fannst okkur lag að vera með Freddie Mercury og Queen tónleikana sem við vorum með, búin að vera með í Eldborg og Hofi og síðan þegar þeir ákveðu þeir vildu bara gera þetta árlegum viðburði þá voru svolítið góður á dýr þá ákveði ég fyrst að fara í að svona súmma upp það sem Rigg var að gera á hverju ári. Svo bara var það einhvern veginn búið, þannig að nú þarf maður
Það er svolítið að breyta upp einhverju nýju og núna síðast vorum við með þema sem var íslensk tónlist og orginal flytjendur sem var svolítið frábrugðið kannski hinum árunum en sem er mjög skemmtilegt að það núna einhvern veginn er þetta allt opið og það maður reyna að gera eitthvað nýtt og spennandi. It's a morning I get up, I'm tired, can barely stand on my feet, take a look in the mirror and cry, Lord, what are you doing to me? Það sem er nú kosturum við að fá að gera svona stóra tónleika á hverju ári er að mannskapurinn svona sjóast í því að gera þetta og vélin er orðin mun smurðari heldur en hún var fyrst en þrátt fyrir það getur allt gerst, þetta er náttúrulega gríðarlega stórt og bara núna síðast á slóu dramastabla og þetta gerist alveg ennþá en það er svona, þetta er aðalega myndi ég segja mannskapurinn skiptir mjög öllu. Every day of my life, yeah, I don't feel like my bones at the end. I take on. Tæknilega séð eru Fiskidagstónleikarnir svona stærsti útiviðburður á hverju ári. Við erum með stærsta útisviðið og alltaf stærsta og flottasta. Og eru náttúrulega, eitthvað sem við erum að þróa og okkur langar að gera meira visually, panta fleiri sprengjur og þetta er eitthvað sem við erum svona að vinna með X-Stone sem hafa verið með okkur frá upphafi og samstarfið gengið mjög vel. Veistu hvað voru margir sem sáu síðustu Fiskidagstónleika? Já, samkvæmt lögreglunni núna í þessi 2 ár er talið að þetta sé 30 til 35.000 manns sem eru á tónleikunum þegar mest lætur. Þannig að ég myndi segja svona tónleikarnir hefjast rétt fyrir 10, 11 þá eru flestir. Það náttúrulega tekur mikinn tíma að koma inn í bæinn og það er bílaröð bara eins og við segjum alveg upp á háls sem er alveg 5-6 kilometra kafli sko. Rigg var til sko, ég og Grétar Örvarsson, tónlistarmaður, við vorum að vinna saman í tengslum við sérstaklega þáttöku okkar í söngefni sjónvarpsins okkur Regínu sem við fórum út 2008 með This Is My Life og í kringum það stofnuðum við þetta félag. Rigg þetta nafn er sko, ég man að mér þess að plata með stjórninni frá 1994-5 hét Rigg og heitir. Þannig að Grétar á nú alveg þetta nafn sko. Síðan skildu leiðir okkar og ég tók við rekstrinum og fór þá meira út í það að fara út í þessa viðburði. Þið eru yndisleg bestu gestir nokkurn tíma, svo syngið með 3, 4, 1. Need somebody to love, need somebody to love, need somebody. Það er eitt að fara af stað með viðburð og reyna að fá fólk til að mæta. Svo er það annað að láta það fara ánægt út af viðburðunum og það er það sem við kannski erum búin að leggja rosalega mikið upp úr. Það er að við gerum ýmsa áhættu í vonum að fólk bara fari svífandi út og þá kemur það aftur. Þetta er bara að verða fyrir einhverju upplifun á tónleikum. Það er svona, hefur verið okkar svona stefna sko. Maður er svona þjálfast upp í að sjá heildarmyndina. Því það er mjög auðvelt að gera of mikið. Það er alveg ótrúlega einfalt að skemma atriði með of flóknum pælingum, eða gera eitthvað sem tekur athyglina frá því sem skiptir í raun og veru miklu máli. Það er líka eitt sem við þjálfast í varðandi bara hljóðfæraleikara, sem hefur verið svolítið spennandi að gera frá því við horfum á fyrsta sjóið okkar þangað til í dag. Hljóðfærleikararnir eru meðvitaðir um það, þið eruð á sviðinu, fólk er að horfa á okkur, þið þurfið að fylla upp í viss box, þið er ekki bara að standa og horfa á nóturnar og vera með gleraugun á nefbrotunum sko. Þetta er svona, það skiptir allt máli. Framöndan hjá Rigg eru náttúrulega jólin. Ég er með 12 tónleika í desember og á 3 mismunandi stöðum. En allt gengur bara rosalega vel og næsta ári er Freddie Mercury show, við ætlum að vera með það. Og svo verð ég með George Michael show
í Eldborg og í Hofi. Við gerðum það hérna í tilefni hinsegin daga, ætlum bara að vera með litla tónleika og það bara varð allt einhvern veginn algjörlega brjálað og þannig að okkur langar því að hann nú einn minn uppáhalds sko. Ég einhvern veginn var samt alltaf feimur við að gera. Við gerðum á Broadway 2007, þá vorum við sjóð þar sem gekk samt ótrúlega vel en mér fannst einhvern veginn eins og væri kannski ekki alveg markað fyrir þetta en svo var það og þannig að það blandast frábærlega saman að hafa brjálæðislegan áhuga á efninu og þessi eftirspurn og svo náttúrulega það bara fiskidagurinn 2018, þannig er ég strax farin að hugsa fyrir það. Það verður eitthvað ótrúlega spennandi sem ég get ekki alveg sagt frá núna. Sko Smári, ég er í sjónvarpinu sko og þegar ég er að kynna þáttinn minn og svona þá getur þú ekkert verið að tromma og trufla mig. Þú veist, það er bara ekki hægt því að þá bara er allt ónýtt hjá mér. Ha? Við erum staddir hérna fyrir framann sögufræðan tónleikastað og 2 Empire og hérna hafa allir komið fram, allt frá Charlie Chaplin til Rolling Stones. Í kvöld ætlum við að fá að fylgjast með Picture This, ungum strákum frá Írlandi sem eru að hasla sig völl í tónlistarheiminum. Þeir hafa rokið upp á stjörnuhiminin með ótrúlegum hraða og það verður spennandi að fylgjast með þeim í kvöld. There's 1,000 things I've wanted to say, but I've never been brave. No, I've never been brave. And you deserve the whole world. An island to yourself, you're an island in yourself. And I think it's time that I tell you how I feel. This is how I feel. And I get lost when I'm with you. And you'll hear me say, never change, baby. Stay the same lady that I've known for so long and never change. There's 100 places I've wanted to see. Will you see them with me? Will you see them with me? And I don't care where we go, 'cause you are home, you are my home. And we can stay in cheap hotels. Let's just pay to entertain ourselves. And I